Nú ætlum við aðeins að skoða föll úr raunveruleikanum. Hérna sjáum við töflu þar sem að það vantar nú reyndar inn hitastigin hérna. Við erum fljóta að bæta þeim við. -5 í janúar, -4, -2 í mars, 0 í apríl, 3 í maí, 8, 12, 10, 6, 2, 0 og -2 í desember. Og við höfum að teikna graf fyrir 2 ár. Hérna er 1 ár og við gefum okkur stundum þegar við erum með hluti sem að við ætlum að sveiflist svona nokkurn veginn eins, þá getum við gefa okkur að næsta ár á eftir verði svipa þessu. Kannski ekki líklegt að verði nákvæmlega eins, en það sem við erum að vinna með meðaltölu er það ekkert alveg fráleitt. Og það sem við ætlum að gera er að hér verður hitastig. Þetta er sem sagt y-ásinn. X-ásinn sýnir okkur mánuði. Og þá þurfum við að gera mánuð númer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Þið myndu náttúrulega nota rúðurnar í þetta. Ég er ekki með neina rúður. Síðan ætla ég að gera hérna. Tveir, 4, 6, 8, 10, 12, 14 og ég þarf að fara hérna í 2, 4 í mínus. Og fyrsti mánuðurinn, nú er þetta mánuður 1, mánuður 2, ég ætla ekki að skrifa fleiri því það var bara að þvælast fyrir mér. Í mánuð 1 þá er ég með -5 gráður. Skulum kannski gera þetta graf blátt. Í mánuð 1 er ég með -5 gráður, svo er ég með -4, í þriðja -2, í fjórða 0, svo fer ég upp í 3 gráður, upp í 8 gráður, upp í alveg heilar 12, svo fer ég í 10 gráður, 6 gráður, 2 gráður, 0 gráður og -2. Svo fer ég aftur í -5 því að nú byrja ég aftur upp á nýtt. -5 og svo -4. Aftur -2, 0 og svo 3. Þá er ég komin í 8 gráður, þá 12, 10, það er kannski ekki alveg 10 gráður hjá mér, það er að vera eitthvað staðar hér, síðan 6, 2, 0 og svo -2. Síðan þegar ég teikna þetta, þá fer ég svona nokkurn veginn í gegnum punktana. En af því þetta eru meðaltöl, þá dreg ég ger ekki svona línu. Heldur ég læti þetta vera svona pínu aflaðandi því þetta er ekki nákvæm gildi. Þetta eru meðaltöl en þetta er svona sirka bát þarna einhvers staðar. Síðan er spurning, hvenær er meðalhitinn 0 gráður? Hvernig les ég þá út úr myndinni? Jú, það er það sem að hann fer í gegnum x-ásinn, því að y-ásinn er meðalhitinn. Og þetta er í apríl annars vegar og í nóvember hins vegar. Apríl hérna, nóvember, apríl og nóvember. Finndu topp og botnpunkta fallsins. Topppunktur er hæsta gildi á ákveðnu svæði, þannig að þar sem að
Ég er í hæðsta punkti og það er alveg sama að ég fer í báðar áttir til hægri eða vinstri, þá er ég bæði skiptir að fara niður. Þannig að hér er topppunktur. Hér er annar topppunktur þar sem ég fer niður bæði hérna megin og líka hér. Botnpunktur er öfugt, þá fer ég upp í báðar áttir, sitt hvoru megin við punktin og það er annar botnpunktur hér. Svalur ekur skólabílnum með jöfnum hraða á 50 km/klst. Það er meðalhraðin hjá honum, hann ekur náttúrulega ekkert alltaf alveg jafnt, en þetta er meðalhraðin og hann ætlar að fara 150 km. Hvaða gildi getur x tekið og hvaða gildi fær þá vaff? X er í þessu dæmi tíminn í mínútum og vaff er þá vegalengdin sem hann fer. Og hann er að fara 150 km. Hvað er hann margar mínútur að keyra þessu 150 km? Hann fer 50 km á 1 klukkustund, þannig að hann er komin 50 km til klukkustund. Eftir 2 klukkustundir er hann komin 100 og eftir 3 klukkustundir er hann komin 150 km, hann er komin alla leið. Þannig að þetta eru 3 klukkustundir sem eru 180 mínútur. Þannig að x getur verið 0 til 180. Ég get ekkert sett inn hærri tölu heldur en tíman sem það tekur að keyra þetta. Vaffið getur verið 0 til 150, því hann er búinn að keyra annað 0 áður að leggur að stað eða þannig að hann er komin í 150 kílómetrana sem hann ætlar að keyra. Síðan skulum við teikna grafið. Hér fáum við engar mínustölur, þannig að ég þarf ekki að fara neitt niður. Þetta er vegalengd í kílómetrum og þetta er tími í mínútum. Og síðan skrái ég gæti alveg farið út í frekar nákvæma skráningu hérna. 60, 20, 120 og svo 180. Og svo setjum ég inn kílómetrana hérna. 50, 100, 150 og hann byrjar 150 km í burtu. Ég gæti teikna þetta líka í hina áttina, en ég ætla að teikna það svona. Hann byrjar 150 km í burtu. Eftir 180 mínútur er hann komin alla leið. Þá dreg ég bara línu hérna niður. Og það er í raun og veru eftir þessi mínútna líðar þá lækkar og eins og ég er að teikna þetta hérna, þá er ég að miða við hann að segja að keyra heim. Þetta er semst vegalengdin heim. Hann er 150 km í burtu og svo keyrir hann heim. Ég gæti að sjálfsögðu líka að teikna þetta bara svona. Þannig að hann endi hérna í 150 eftir 180 mínútur. En það kemur út á það sama. Þannig að þetta snýst meir hvaða tölur við getum sett inn hérna fyrir x og fyrir vaff.